dæmi 12. Dæmi 12. Þar ætlum við að fara að snúa okkur eitthvað að uppskriftum. Það tekið eftir því að A-dálkurinn er minnkaður og í reit B1 stendur uppskrift af hveitibrauði. Svo sé ég að í reit B3 stendur efni, magn í grömmum, verð í krónum kíló, krónum á kíló. Í þessi hérna er minnkaður og svo kemur efni, magn í grömmum og verð. Og hér stendur uppskrift að, svo kemur bara tómur reitur og svo stendur hveitibrauðum. Og nú ætla ég aðeins að laga þetta til hérna. Samt ekki of mikið. Svona. Já. Svo stendur hérna vatn, smjör, egg, hveiti, mjólkurduft, sykur, salt, þurrger. Magn í grömmum eru 275, 60, 55, 400, 10, 30, 6 og 6. Og verð, vatnið kostar 0, smjör kostar 500 kall, egg kostar 300, svo 140, 400, 120, 90 og 800. Ok, og nú ætla ég bara að smella hérna svartri línu undir þetta og ég ætla að gera þetta feitletrað. Mér sýnist þetta að vera feitletrað líka. Og svo sé ég að þetta hérna er hægt að afrita og setja bara hér, beint. Og fyrirmælin í þessu eru: fullgerðu töfluna og felldu síðan dálka B og C sem eru ónauðsynlegir. Já, heyrðu, ok, byrjum á því að hugsa sem svo. Segjum sem svo að ég ætla að gera 1 hveitibrauð. Og ég ætla kannski að hafa þetta bara inn í miðjunni. Þá hlýtur magnið af vatni að vera þetta sinnum það sem er í þessum hérna reit. Ég reit G1. Og nú væri alveg ferlega næs ef ég gæti dregið niður formúluna. En það kemur eitthvað bölvu vitleysa út. Þetta hérna er bara eitthvað tóm steypa. Það sem er að ég þarf að fara hérna inn í formúluna og segja F4. Það er að segja að ég ætla að festa reit G4. Nei, G1 var það ekki. Ég ætla alltaf að nota reit G1. Og nú get ég bara að dúndra þessu niður. Og tökum eftir því að ef ég breyti þessu núna til dæmis í 10 brauð,
að þá stækka allar tölur sem svarar því. Eða 17 brauð, þá þarf ég nákvæmlega 4675 grömm af vatni. Svo áfram halda okkur við 1. En verðið, það hlýtur að vera alltaf magn sinnum verð. En nú þurfum við aðeins að vanda okkur. Hér erum við magn í grömmum en hér er verð í krónum á kíló. Þannig að ef við myndum núna bara dúndra þessu niður, þá þyrftum við smjör fyrir 30 skall og það er svolítið mikið. Þannig að við þurfum í raun og veru að segja hér, við ætlum að margfalda magnið í grömmum, en við ætlum fyrst að deila með 1000, af því það eru 1000 grömm í 1 kílói og við erum með verðið í kílóum. Þannig að vatnið, þó að það hafi ekki eitthvað stengt á, þá kostar það ekkert áfram. Ok, þannig að smjör í 1 brauð kostar 30 krónur. Ef við myndum núna breyta þessu í 10 brauð eða jafnvel 100 brauð, þá kemur þetta svona út. Nú, svo viljum við skrifa hér samtals, kannski hafa það feitletrað, og við viljum leggja saman það sem er hér í þessum rit. Og þá sjáum við að ef við ætlum að gera 100 brauð, en þá kostar það 11.544 í hráefni. Eða ef við ætlum að gera 10, þá kostar það 1154 krónur. Þannig að nú getum við bara valsað fram og tilbaka þetta allt saman. Helvíti er þetta gott.